Hæ, í þessu myndbandi langar mig að sýna ykkur hvernig farið frá svona léttri semidagferðun yfir í kvöldferðun með augnarum og dökkum vörum. Það tekur enga stund að breyta um. En það sem við byrjum á að gera er að nota e.l.f. Flawless Finish Foundation. Ég er í lit Porcelain og við svona hraðspólum okkur smá svona þessi gegnum þetta. En við bara setjum make-up bara eins og við myndum gera venjulega. Svo eftir að við erum búin að setja okkur make-up eins og við gerum, þá nota ég Magic Concealer í lit medium á alla þá staði sem mér fannst ég þurfa að hylja. Bara í raun, kannski eitthvað allt andlitið. Nei. En ég nota hérna Real Technique, bara svampi minn, hann er blautur þannig ég nota hann bara svona dumpa yfir þá staði sem ég setti hyljarann svo ég sé í raun ekkert að dreifa neitt of mikið úr honum, heldur bara svona þjætta niður á það staði sem ég vildi fá hann. Og eftir þá byrjum við augunum og ég er að nota hérna Ombre Black Star frá By Terry. Þetta er kremar augnskuggi, rosalega fallegur brúnn, virkilega svona gylltur brúnn og við setjum hann hérna alveg bara við rótina og dreifum úr. Þú ert ekkert endilega rosa mikið á hann til að byrja með en mjög fínt bara að setja smá dreif úr þar til við búin að byggja upp þann lit sem við viljum. En ég setjum hérna bara svona eina línu dálítið þétta og dreifi svo úr. Og á hann setjum Dazzle Dust í lit sem heitir Tan frá Barry Ann og dreifu úr honum yfir bara allt augnlokið með bara svona einhverjum flötum pensli. Mér finnst betra að nota flata pensla í dustin, að mér finnst ekki þyrlast það eins mikið upp og liggja betur þá að augunum. Ég týndi reyndar af myndalæknum, bara allt í einu var batterislaus og ég var búin að setja líka kremaði litin frá By Terry undir augun aðeins en það bara einhvern veginn myndin hvarf af því en þá er ég að fara með dusti svona alveg yfir eiginlega allt augnlokið og aðeins í innri augnkrók og þar aðeins undir líka sem kemur inn að bara vonandi eftir smá bara og setjum það svona aðeins í innri og undir augun líka og eftir ég er búin að nota hérna flata bustan þá fannst mér rosa gott að nota bara einhvern stóran fluffy busta til þess að dreifa úr öllum skilur sem hafa orðið. Og næst er ég að nota Inglot lit nr. 77 til þess að setja sem eyeliner. Ég trúi ekki að ég náði að setja í myndavél af því það er svo erfitt að halda speglinum og gera eyeliner á sama tíma en ég held að hjálpa það að ég var ekki að tala neitt á meðan ég var að mála mig. Sem er erfitt. En svona lítur eyelinerin út á öðru augunu og ég fór svona alveg inn í innri augnkrók og gerði svona pínu spiss til að fá aðeins meira svona, þetta er svona feline shape á eyelinerin og svo í lokin er ég að fara bara örlítið aftur að dreifa úr eftir mér fannst það ekki orðin alveg nógu vel dreifður úr augnskugginn þannig ég fór bara aðeins aftur í með bustanum. Á augnárinu er ég að nota 3-in-1 maskaran frá e.l.f. og bráðallega þegar ég sá busta fyrst hann er rosalega sérstakur en virkilega góður til þess að ná alveg niður í til dæmis alveg minnstu augnárin svona í innri og ytri augnkrókunum og greiðir rosalega vel úr. Og við setjum hann bæði á efri og neðri augnar en ég held að myndin hvarf líka af þegar að setja á efri augnlokin en þá er svona hvernig setið á neðri. Mér finnst það rosa gott að nota hérna litlu hringina á endanum fyrir neðri augnarinn og svo bara venjulega maskaran á efri augnlokin. Nú ætla ég bara að dreifa aðeins undir augunum aðeins aftur, tók pínu af eyelinerinu bara rosa lítið bustan og dreifði undir og hér er að fara bara í augabrúnirnar og því að hafi séð þessa rútínu áður þannig ég stytti hana dálítið vel að hraðspóla eða frekar í gegnum hana fyrir ykkur að því við erum búin að fara alveg vel í þetta vídeo en ég dró reyndar augabrúnina örlítið lengra út heldur en venjulega bara til þess að gera lúkið svona aðeins meira
svona partí edgy lúk til að rengja augabrúna með. Og eftir augabrúnu þá notaði ég Contour Kit frá Sleek til þess að skyggja andlitið. En ég notaði engan kinnalit í þessu lúki, bara Contour Kitið sjálft. Langaði að hafa þetta bara svona létt. Á varirnar notaði ég NN Cosmetics varalitin sem heitir Strawberry og það er svo góð svona strawberry lykt á honum, hann er bara yum. Og þetta er einu seinasta skrefið sem við notum í þessa förðun og þá lítur hann svona út. En svo langar maður að bæta aðeins meira við og dekkti varirnar og setti á mig augnhár til þess að geta aðeins meira frá svona dag yfir í kvöld. Og til þess notaði ég Pout Paint í Pin-Up og varalitin Black Orchid sem ég er búin að setja í svona litla krukku frá Makeup Store. Og hérna er ég búin að setja á mig varalitin og er bara að dumpa Pinkini glossinum bara svona alveg í miðjuna á bæði efri og neðri vör. Augnhár sem ég bætti við er frá Socialize og er í stílnum sem heitir Vamp, sem er þá aðeins svona þéttari út í endana. Og já, mér finnst eiginlega bara alltaf fyndi ég hérna á því að setja það líka hérna í myndavélinni á mig. En þetta er seinasta skrefið líka til þess að poppa aðeins upp lookið. En þetta sýnir hversu létt er að fara frá svona semi-dagferðum yfir kvöldferðum á bara no time. Þetta vera bara með kannski létta ferðum með eyeliner yfir daginn og ef maður fara kannski einhvern veginn út kvöldið, setja á sig augnhár, dökkar varir og that's it. Ég vona að þið lært eitthvað skemmtilegt að þessu, en þar til næst, svona lítur lokalúkið út.